Hæ, ástsóskju húsaskjöld fastingssölu. Við fáum oft spurninguna, hvernig verð ég besti kaupandinn? Það er oft erfitt að ákveða í hvað röð á skiptum fasteign, á selja fyrst eða kaupa fyrst. Við segjum að þessu 3 týpur af seljendum sem eiga eftir að kaupa. Seljandi 1, hann selur fyrst og kaupir svo. Seljandi 2, hann kaupir með fyrirvarandi sölu á sinni. Og seljandi 3, hann skoðar þar til draumaeignin fundin og stekkur þá á stað með allt saman. Á hröðum markaði eins og við erum á núna verður æ erfiðara að gera tilboð með fyrirvarandi sölu. Ef það er fleiri en einn kaupandi sem er að bjóða eignina, fer þessi sem á eftir að selja neðst í bunkan. Þetta er skrítin markar, það er mikið sala og allt bendir til þess að það verði svoleiðis áfram og að verðhækkanir muni halda áfram. Þannig okkar ráðlegging til þeirra sem er fastinghugleiðingum er að kaupa núna, ekki bíða þar til verðin hafa hækkað ennþá meira. Þannig að hvernig verður besti mögulegi kaupandinn? Það er gífurlega mikilvægt að vera vel undirbúin, vera búin að fara í greiðslumat ef það þarf lána fyrir greiðslu, vera búin að selja eða tryggja fjármögnun þannig ekki þurfa að setja fyrirvarandi sölu. Ef leið 3 er farin að skoða draumeignina og stökkva svo af stað, þá er gífurlega mikilvægt að vera búin að nýta sér forsölumeðferð húsaskjóls þannig að það þurfi eingöngu að setja eignin á neti þegar draumeignin er fundin. Hefðbundin fyrirvarandi sölu er 30 dagar og þeir eru ansi fljótir að líða, ég get sagt þér það. Að þurfa jafnvel eða þriðjung af þessum tíma í að undirbúa eignina vel, klára smáviðhaldið, taka til og láta taka myndir og þess aftar, það bara er alltaf mikil tími og getur einn styrkjeft vegna þess að þú getur mögulega mist af draumaeigninni ef þú nærð ekki að selja henni frestins. Ef þú vilt vita meira eða hefur spurningar um fasteignamarkaðinn, endilega heyrðu í okkur. Hlakka til að heyra þér.